Lazy Bastard komnir á fóninn. Það þýðir að Ötti og Sveppur mættir hér í stúdíóðu sem og þeir eru. Ég heit Auðun Blöndal og beint á móti með situr Sverrir Þór Sverrisson, vertu velkominn. Hæ. Hvað segirðu gott? Ég ágætur. Er það ekki? Svona frá 0 til 10, hvað myndir að segja að værir? 7-5. 7-5? Ok. Hækka upp í 8. Erðu að 7-5, þegar þú ert eðlilegur, ertu þá 7-5? Myndir að segja það? Já. Þegar þú ert á pari? Já. Þú ert 7-5, ok. Þannig að þú ert bara á pari núna? Já, svolítið þannig sko. Já, enda þriðju dagur og svona, en maður ekki bara reyna að vera á pari? Ég svaf frá 11 í morgun til 1 í dag held ég. Já, ok. Það var fínt mann. Já, lagður þið bara. Já, ég hef ekki gert það í mörg ár sko. Já, þægilegt sko. Já, mjög. Ég er líka með sturla staðreyndir daginn, það er mjög hollt fyrir heila en að leggja sig. Já. Þannig að fólk á að reyna að gera það, en sko, topplundur er 23 mínútur, að ég held. Já. Samkvæmt NASA. Já, ok. Þannig að helst ekki vera að leggja sig mikið lengur en það. Nei, en það er ekki að sko, ef þú leggur mikið lengur, þá ertu bara, þá er dagurinn ónýtur út og þreyttur og... Já, maður þreyttur að þann daginn einhvern veginn. Já, það er svona dagurinn ónýtur sko. Það er ekki cozy. Power nap. Já, það er sem maður á að taka svona smá kraft, blund. En við erum með fanta þátt ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með fasta liði ásamt 9 liðum. Við ætlum að hringja til Slóveníu. Davíð Oddsson er í hittaklefa dagsins. Já. Já, þið heyrðir rétt, Davíð Oddsson er í hittaklefa dagsins. Getum þurft að stríða móður minni. Ég ætla að lesa hér yfir. Já, ég þarf að segja þér eftir. Ég fór illa með hann í Trivial helgina og það var mjög fyndið. Það eru brjálaðir, bæði systur mínar og móðir. Og svo er það, bara fleiri liðir hér, sturla staðrendir og þið ættu nú að vera farin að þekkja þetta, kæru hlustendur. Ringja til útlanda mann. Já, það er Slóvenía. Það er reyndar eitt, sko, við áttum með þess að fá 2 gesti í dag. Já. Logi Bergmann, hann ætlaði að vera með, Gettu blöð. Já, sem hann ætlaði að vera með fyrsta þriðjudag í hverju mánuði. Já, en það er búið að klikka núna 2 svar. Já. Hann ætlaði að vera með okkur í dag, kemst ekki að því hann er heima að berjast fyrir lífi sínu, segir hann. Veikur. Já, fárveikur og með eitthvað flensu og búin að liggja sín á laugardaginn, þannig að við bara óskum honum, skjóðsbata. Ég held að fólk eru hætt að vera veikt þegar það komið ákveðin aldur. Ég held líka bara að þú væri Logi goddamn Bergman. Já. Þú myndir bara að hrista svona af þér og mæta. Já. Er þetta ekki Logi Bergman? Já, já, einmitt. Maður sem segir okkur fréttir og maður sem við treystum, þetta er okkar Ron Burgundy. Hvað gerist þegar, hann hringir sér ekki veikan í fréttir? Nei. Hann ringir sér ekki veikan í spurningabombuna sína. Já, reyndar, hann hefur ekki getað að lesa fréttir alla vikuna, hann átti að lesa fréttir. Nú, Já, hann er búinn að ringja sig veikan þar, sko. Já, ok. Þannig að þess vegna gef ég honum sjens, þess vegna er enginn Gettu blöð í dag. Og svo ætlaði Kalli Benson að koma? Já, svo það var líka mjög grillað, hann er eitthvað veikur líka. Er hann að byrja með þátt? Já, það er á morgun, nýr þáttu með Kalli Benson. Já, við ætlum að fá hann hérna til okkar. Já, og hann var búinn að segja já og ætlaði að koma, nema það, svo senda mér bara SMS rétt á hann, bara sorry Ötti, ég verða kanslara, er ekki lægi, er með svo mikinn svima, verða eiga þetta inni, hverja Kalli. Já. Hann er með eitthvað, bara svima og Logi Bergman er gubbandi og kúkandi. Svima, það er bara... Það er enda skelvileg afsökun. What a bad excuse. Já, segðu bara að setja með pípandi niðurgangi eitthvað, ekki bara ég er heima með svima. Já. Allan daginn. Hann sendir þetta SMS klukkan 1 í dag. Er hann ennþá bara Þú gæti ekki sagt bara Kalli, kannski er þetta hætt að svima fjöguleitið. Já. Og það var enga líkur á því eða? Ég myndi ekki vilja vera í stólnum hjá honum í dag. Nei, en því miður þá komst Kalli Benson ekki heldur, en við náttúrulega minnum að þáttina sem er á morgun. Já. Hann kannski kemur og hittur okkur pjessa. Já, endilega. En hann var eitthvað sem sagði mér að hann var líka búinn að vera veikur. Þannig að það er allir veikir. Heyrðu, sonur minni veikur. Það er nú þess vegna sem ég svaf í dag, sko. Já, ok, svafst minni nótt. Ég var heima fyrir hádegi, sko. Já. Með eitt veikan, það er geðveikt, það er létt maður. Að vera heima með veikt barn. Ég heldur hann að vera veikur sjálfur. Já, það er líka einhver algengasta lygi sem þú heyrir í öllum fyrirtækjum. Herðu, kemst ekki í dag, er heima með veikt barn. Já. Hvað er þessi margir búin að nota þessa afsökun án þess að krakkinn sé það slappur? Já, nei, það er nefnilega mjög oft, sko, ef þú átt 3 börn eða eitthvað, þá þau eru mjög oft veik, þau eru í leikskólum og þar er einhver með hór í nös og þau eru bara að kjamsast. Já, og þau verða að grípa allt í sig, sko. En það er ógeðslega þægilegt að vera heima með veikt barn. Já, ef hann ekki mjög veikur. Þá er hann veikur inn í herbyggi bara grenjandi og þú bara á netinu og skilur við. Bara kósi á þér. Ógeðslega þægilegt. Við ætlum að byrja þetta hér á Jennifer Lopez. Jennifer Lopez vill dansa og njóta ástar. Ég held með þess að hún sé bara að syngja sjálfa sig þarna. Hún er alltaf með einhverjum dönsurum og ég er. Svo er hún og svo er hún mjög svona, hvað segir maður, passionate. Vill hún dansa og njóta ásta? Já, ég held að hún er svona eins og Svessi vinur minn, hún er nett ásjúk.
Já, getur verið. Ástfangin að dansurónu sínum. Já, giftast 3 svar og ég held hún svona falli mjög auðveldlega fyrir einhverjum. Hún Jennifer Lopez. Sem bara fínt og óska henni allsins besta. En það eins og komið að slúðri hér í FM 95 Blu. Ég var með lélegan slúðurpakki í gær en ég með mun betri í dag. Nú, ok. Það eins gott fyrir þið, sko. Já, það reyndar eitt slúður sem komið inn á Vísi en það leikkonan Lindsay Lohan. Hún ekki á leiðin í fangelsi. En hún mun hins vegar, fara í 30 daga og hitta sálfræðing í 1,5 ár. Hún mun fara inn á meðferðarstofnun í 30 daga og má ekki fara út af henni. Sem strax skárra heldur að fara í fangelsi. Nei, þetta með þessi 90 daga. Já, ok. Og þessi 26 ára gamla leikona, hún búin að lenda ansi oft í vesinni með lögin. Og það eiginlega byrjað að safna saman og núna meira að segja, hún gæti samt farið í fangelsi út af einhverju skattasvikum. Þetta allt í bulli hjá henni, sko. Hvað máli? Ég skil það ekki. Svo með þess að myndafinn hérna núna inn á Vísi og þetta bara tekið frá því í dag, sko, í gær, réttasalum í gær. Og það bara svona ekki sofið í viku greiði stelpan maður. Hvað hérna? Hún þarf að fara að rífa sig upp úr þessu. Við erum rooting for her hérna í FM 95 Blu. Já, en akkur hún fræg? Hún var náttúrulega gríðarlega vinsæl sem úlingastjarna. Hún var rauð þar og pínu bústinn og var bara svona eins og allra heitasta, sko. Það að segja heitasta leikonan. Var svona úlingastjarna. Var í Mean Girls og fleiri myndum, Herbie Fully Loaded og var mjög vinsæl. En svo fór hún í dópið? Já, svo allt í henni var hún bara orðin ljósærð og búin að missa 20 kíló og alltaf á djamminu einhvern veginn. Það er allt bara í þann pakka. Já, en þú veist hvað, akkur getur ekki borgað. Maður heldur einhvern veginn að þegar maður komin á þennan stað í Hollywood að maður orðin vinsæll að það eigi ekki að vera hægt að klúðra ferlinum, sko. Nei, það rosalega margir sem að klúðra líka fjármálunum hjá sér. Einhvern veginn með því að skulda skatt og eitthvað. Og að þéna, sko, milljarða. Það alveg ótrúlegt. Veist, það okkur hérna á einhverju eyju sem maður að vinna og maður reyna að borga skatti sinn og eitthvað. Maður bara í beinu sambandi við endurskoðandan. Já, þetta skrítið. En við óskum henni allsins besta. Svo náttúrulega málana Tiger Woods og Lindsey Vonn orðin, opinbert par. Og settu mynd af sér inn á Facebook. Sérðu, svona fólk bara að byrja að tilkynna þetta í dag. Tiger Woods setti bara inn á Facebook á sér mynd af þeim saman, haldast í hendur, brosandi og skrifaði þar að þau væri orðin par. En þau vilja samt fá tíma til þess að leyfa ástsinni að blómstra í friði eða eitthvað. Flott, já. Þetta samt, hann búinn að ná sér þetta í íþróttakonu. Tiger. Það ekki að spyrja hann Eldrick Tont. Nú, hvað? Hann heitir það. Já, Tiger Woods. Heitir hann Eldrick Tont? Eldrick Tont Woods. Nú, já, það er ekki að spyrja. Það er ekki að spyrja hann Eldrick, maður. Nei. Eldrick Tont. En þau með þess að, sko, þau voða hamingjusum inn á þessum myndum. Já. Og hún ekkert ólík fyrirvændi konunars. Sænsku drottningunni. Já, svo stendur hérna að hún skrifa á sína síðu, ég að deyta Tiger Woods. Nú meiri vitlýsingandi. Já, þetta gaman að þessu. En hvað hérna, nú hún að byrja með honum. Já. Og hann hélt framjá fyrirvændi konunni sinni með svona 1100 konum. Það ert að spá í hvað henni finnst það með hana? Ætla að sé ekki erfitt að treysta honum? Já, hann, ég veit það bara þeirra á milli, held ég. Hann hlýtur að, segja bara hann að við í tómi rugli og hann búin að fyrir kynlífsmeðferð, þannig að vonandi hjálpar hún. Já, en ég með samt náður. Já, ég alveg samanlega. Það er erfitt að treysta manni sem að, var bara eins og rófulegs hundur hérna 2009. Já, bara eitthvað rugglaður. Sögurnar eru bara svaðalega. Tapaði sér aðeins í gleðinni. En þannig að það má eiginlega segja, hún veit kannski, ok, hann má halda fram með mér. En ég ferðast í engaþóttu. Já, hún á slatta pening sjálf, sko. Já, hún skýðast akkvari. Já, ég held hún sé ekkert eitthvað þessu fyrir peningin. Ég veit það ekki, ég bara óskaði allsins besta. Auðvitað. Það vonandi að Tiger bara rífið þessu upp. Man heldur alltaf með honum þegar hann að keppa. Já, ég er samanlega, hann svona eins og Jordan í körfuboltanum. Já, maður vill að hann gangi vel. Svo það loka slúðri en Kate Middleton með vinsælasta nef heims í dag og það eru gríðarlega marga konur sem lappa núna inn til lýtalækna og biðja Kate Middleton nefið. Hvernig það? Ég ekki hugmynd. Er það ekki bara venjulegt nef? Já, ég haldi það. Hver Kate Middleton? Hún með Prins William. Alveg rétt. Girl, I know you want this.
957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustundum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við getum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero, ekta bragð, engin sigur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Sálin 25 ára. Afmælisball í Vodafone-höllinni laugardaginn 23. mars. Öll bestu sálarlögin. Sálin heldur uppi magnaðri stemningu ásamt hjálparkokkum og fjölda gestasöngvara. Miðasala hefst 4. mars á n1.is og völdum þjónustustöðum N1. Klárlega ball ársins. Ekki láta þig vanta. N1, Carlsberg Léttöl og Coca-Cola. Veistu hver staðan á reikningnum þínum? Eru launin komin? Búið að millifæra á því? Með einum smelli í appinu tekur stöðuna. Arion banki. Becks Léttöl kynnir Vintage Caravan, tónleikar á Dillon 5. 21. mars. Frítinn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mæta snemma. Ekki komið tími á eina kalda? Súkkulaði mjólk frá MS. Þessi ánægja var ég búið blöss.is. Í dag Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Auður Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson í Fanta Feeling. Já, Fanta Feeling, sultuslagir. Já. Alveg lóðréttir og láréttir, sko. Pottslagur. Já, það solid 7-5 hjá Kjell. Já, ég svona, ef ég væri ekki kvefaður, þá væri ég 7-5-8, men ég svona 7. Já, solid 7. Það er pínu illt í hálsinum. Já, litli strömpur. En annars mjög góður. Hvernig var helgin? Herðu, helgin var æðisleg. Ég frétt að þú hefur farið að spila með fjölskyldunni. Já, fjölskyldu spila laugardaginn. Þá datt mér nú í hugkort að við þurftum ekki að heyra í móðinni og eitthvað svoleiðis, sko. Já, hvernig var þetta? Það alltaf gaman, sko. Mamma reynda bara bíl. Ég veit ekki hvað það var. Hún var ekkert að sippa með okkur. Þið fáu ykkur alltaf þessi glas og þetta er svona stemming. Já, það var með þess að kíkt nýr í bæ núna, sko. Nú, náðu þið því alveg? Já, við fórum samt, sko, 2:30 í bæinn eða eitthvað. Já, ég skilði. Það var farið seint en virkilega gaman. Já, þetta eru löng kvöld, spilakvöldin. Já, þetta eru löng spilakvöld og það er mikið spila og það er endar eitt sem að gerðist núna á laugardaginn sem var mjög skemmtilegt. Sem að ég veit að þú ert að tala sem var á Facebookinu. Já. Við spilum alltaf Trivial í byrjun og það eru strákar á móti stelpum. Og við strákarnir vinnum eiginlega alltaf, við höfum alltaf unnið með einu sinni. En þær voru mjög nálægt í, systur mínar, móðir og vinkonur á laugardaginn. Það er sem sagt, þær voru komnar upp, við höfum regluna þannig að þú ert að svara 3 af 6 af lokaspjaldi. Emitt, þú ert komin upp í miðjuna. Já, og við áttum ennþá brúnukökun eftir og appelsínugulu. Og þær voru búin að fylla bílinn sinn, fóru upp, klikkuðu, við náðum brúnu, þær fóru aftur upp, klikkuðu, við náðum appelsínugulu, brunuðum upp og náðum öllu í fyrsta. Já. Það var ekki vinsælt hjá systurum mínum og móðir. Nei, og ég líka ekki með mig þarna. Nei, og ég skil það vel, sko, því að þegar ég sá þetta þá hugsaði ég bara sem betur fyrir var ég ekki einn af tabliðinu, sko. Já, það er ekki reysandi. En viltu bugga þér það? Já, ég meina það verið gaman að ringi í systur þínar. Já, en það er náttúrulega svar aldrei, sko. En við getum tjekkað, ég ætla að prófa að ringi þér allar. Já, bara, ef það svara þá er gaman, annars heyrum við nú í mömmun, ég nú áhyggjur á því hún skulle hafa verið edrú. Já, ég skil ekki okkur að það var, ég hef líka ekkert spurt hann út í það. Hún hefur kannski verið að fara okkur að deyta eitthvað. Prófum þetta mæju sýttu fyrst. Já. Þetta hefur nú farið í undirskinnið á henni. Já, kemur mjög óvart að hún svarar svo. Nei, ég ger bara leininu mig. Nei, hún skellir á. Já, heyrður það? Já. Hún skellti strax á. Já, þá var það hinn yngri systir mín, Dæjapæja. Þekki og hún hefur þekkt þetta, veit hvað máli snýst. Já, hún svarar ekki með leinu.
Dæja. Já. Hæ, Drauti. Hæ. Hæ, hvað segir gott? Fínt og. Hæ, ég er góð, bara hvað að gera? Ég laun skólan. Ok, það fyrir skólan bara. Já. Já, ég ætla að hérna, varstu búin að jafna það á trivjálinu? Ég hringi í þættinum það. Nei, ég er bara að segja. Ég heyri. Varstu Dæja? Dæja, ég var búin að heyra þið tapa illilega. Það er bara, það er ekki séns. Það er bara óumútu sem reynir. Fattar ekki að skella á. Það er bara, hún hefur það ekki í sér eitthvað. Nei, mæður er alltaf góður. Halló. Góðan daginn, móðir kær. Nei, hæskan. Heyrðu, til hamingju með annarsæti í trivjálinu. Ó, hvað eru leiðilegir. Ég var að heyra það að þið hefur náðu öðru sætinu, það er bara nokkuð gott. Af 2 liðum. Heyrðu, ekki varst að hringi í mig til þess að fara að tala um það. Já, Þetta var svekkjandi. Alveg hrikalega. En byrju... Við kennum það alveg. Ég var brjáluð. Þið voruð búin að fylla bílinn, við áttum ennþá 2 klukkur eftir. Það hægt að tala um þetta. En við... Ég nenni ekki að ræða þetta var ógeðslegt. En við náðum að klára, fara upp og klára. Býtu, þetta endilega að fara að koma þessu að í útvarpið, að þú hafðir unnið í trivjálinu eða? Nei, þetta var bara svo sætu sigur. Já, mér finnst þetta var ógeðslegur ósigur. Þetta næsti eigðilega kvöldi fyrir stelpunum spáði. Það gerði það. En þið eru utan það hvað þið eru ógeðslega mótnir. Þetta er samt svona í trivjál sem ég kalla allir fóru sátti frá borði. Já, því að það er ekkert oft sem þið fyllir bílinn, það var hrikalega gaman fyrir ykkur. Og í hvað tókislega þeir? Og svo náttúrulega unnum við, þannig að við allir sáttir. Nei, þeir eru svo hræsvettir svona sem borgar fyrir það. Allir bara ánaði með það. Veistu það, ég er svo fegin að hafa ekki verið þarna. Ég væri ekki hérna í dag, það ég hefði þetta velja annarkot staðinn. Hann er hálfviti. Já, ég get svarið það að það væri einhver ókunnur þarna, það er hringt á ambúlans og látið hyrða þá. Ambúlans? Í treyjum bara. En er þetta ekki góð annars? Jú, skan ég er góð. Það er það að hringja mér núna, þau töluðu mig síðasta þriðdag, sko. Já, við ætlum bara aðeins að reyna trivjálið og... Já, ég var með svona nettar áhyggjur að þér. Já, ég trú því vel, Sveppi, ég er ekki hissa. Svona en dreitt sem... Ég drepum eitthvað daginn þessi drengur. Ég frétti það að þú hefur bara verið á bíl hérna á lögskvöldi. Já, ég fór að hugsa núna, akkur varst þú ekki að sippið með okkur? Hvað? Akkur varst þú ekki að sippa bjór? Ég nefndi ekki. Það var bara þannig? Já. Ok. Svo fer þetta verða þannig, maður fer að hafa svona varan á sér alltaf auðvist í útvarpanum og sitja svo ryksugar í sig hérna kóttilana. Það er eitt að fá sér bjóru af annað að vera ryksuga í kóttilana. Já, nei, ég bara nefndi því ekki. Nei, þetta er líka svona kvöld sem er gott að eiga möguleikana því að geta staðið upp, lappað út og kert heim og glemt þessu. Já, eins og gerðist þarna. Já, maður fengi þá tíma til að gleyma þessu, hann tala um þetta endalaust, ekki. En þú reynda, ég verð að gefa það, mamma, að þú er sjaldan verið góð í aksjónjarinu. Já, það var líklegt að því ég var edrú. Já, ég fór að hugsa, það var örugglega það. Maður skildi hvað varst að leika og ágiskanir hérna voru bara hreinar og góðar. Þetta, já. Þá sérðu líka hvernig þið eru, á hvernig ég sá ykkur. Já, reyndar. Allt svo tært og skýrt. Já. Mjög tært. En ekki vera að baka á þessu trivjali, móðir. Ég er ekkert að baka þessu, þú minnir mig á þetta alveg stanslaus. Þú ætti ekkert að áhugjur þessu trivjali. Nei, bara að gleyma þessu. Nei, ég gleyma þessu ekki. Ég er brjáluð. En við sjáumst annarkvöld, Sæta. Þú, gera það. Tjekka þér, ok. Bye. Já, bye. Já, nú letta á henni bara. Já. Það er ekki séns að tala við systurinn mína, sko. Eitt er það líka, sko, mamma. Já. Ég er svona í pínu uppáldi á henni, sko. Þú veist, bara Mæja og Dæja átt að eitthvað svona væli við því. Já. Ég sé svona að ég er enga svona, sko. Já. En þannig að hún talaði mig svona og hún hlær. Systur mínar, þær hlóu ekki á laugardaginn þegar ég var að stríða þeim. Nei, það er... Langt í frá. Já. Mamma, hún getur alveg hlegið og sagt mér mikið óbúslega, ertu leiðilegur barn? Já, förum í aksjónar í eitthvað, sko, já. Ekki þær. Þær eru bara shit. En eru þær með, mönnum? Mæja er með mann, ekki Dæja. Ekki yngri. Og maðurinn hennar, Gunni, var hann með þér í liði? Já, strákur um það stelpum bara í trivjál. En það er oft svo erfitt að þú kynnist kannski stelpu og ferðin í fjölskylduna hennar og fattar svo einhvern tíma að þú ert búin að vera með henni og ætlar að vera með henni alla æfi að bróður hennar er fáviti.
Það ógeðslega leiðilegt Og líka sko, þetta það mikill dýragarður að ég þurfti að vera búin að hitta stelpu í langan tíma áður ég myndi bjóða henni í svona spila annars væri hún farin og þetta var Múta. Já, hún var hress. Right from the start, you were a thief. Staðreyndir hér rétt á eftir ástandi við ætlum að hringja til Slóvaníu og ég veit ekki hvað okkar. Það er eitt og annað framöndan eins og gefur að skilja, sko. Já, það er, Sveppi, nú er ég búin að þekka þig mjög lengi. Já. Svona í hvað, 12 ár. Solid. Já, og ég er svona, það er mjög fyndið, ég þekki það vel, ég veit hvað fyrir töðunar. Já, ok. Svona hlutir. Það finnst þetta svo ógeðslega í töðunar á mér þegar þú segist vita hvað fyrir töðunar. Ok, ég vissi þetta ekki að það myndi fara í töðunar. Ég er að tjóla. Ok, en hérna ég var inn á Facebookinu að blað. Já. Og þetta er líka, þetta er svo astnalegt. Ég veit alveg hvað því að finnst þetta. Og hún Jónína Ben, vinkona okkar. Já. Hún var núna að séra, og maður sér svo oft svona, en maður sér svo oft svona dæmi. Eins og hún var að séra núna, hér stendur, a mother thinks about her children day and night, even if they are not with her, and will love them in a way they will never understand. Share this if you have or if you are such a mother. Það bara okkar, ég er svona mamma, ég verð að deila þessu með liðinu. Já, bara, og svona, ef þú gerir það ekki, þá er eins og þú segir, ekki tilbúin til þess að gera þetta. Nei, og líka eitthvað slæmt á samvisku. Ég á svona móðir, en ég er ekki að fara að deila þessu. Það er alla mæður svona. Já, er það bara krakkmamma. Já, eða bara eitthvað viðbjöður. Já, ef þú ert dópistamóður, sko, þá ert ekki svona. Maður á ekki að þurfa að segja þetta. Nei. Maður á ekki að þurfa að séra þessu til að fólk veit það, sko. Þetta er eins og, sko, ég, talandi Facebook, ég er nú ekki mikið á Facebook, sko. Nei, þú ert nú detta aðeins inn. Nú er ég svona farin að detta inn á Face, sko, öðru hverju. Já. Og ég á vin á Facebook, sem heitir Einar Ágúst. Já. Hann er alltaf að posta einhver svona djöfis kjaftaði maður. Já, hann er svolítið mikið með svona motivational speaking eins og hjálpaði mig hjá mér á 50. Hann er alltaf með einhverja svona frasa og setningar sem eiga hjálpa þér í lífinu. Já, bara karma. Já. Það er engin tímamörk á karma. Já, einmitt. Það bara kemur í daginn. Já. Þetta er svona, maður langar að kýla tölvuna, sko. En það er líka, nei, rólegur. Nei, tölvuna, sko, ég þoldi tölvuna mína, hún er svo lengi í gang oft, ég með ekki. Já, en það er margt svona sem að menn er að séra sem er mjög skrítið, finnst mér. Og finnst skrítið að þurfa að séra svona hlut. Ég sér engu, sko. Séra þú engu? Nei. Nei, jú, ég sér að hjá þér núna, það er eina. Já, vinin hérna í Karlsbergauglýsingunni. Já. Varst að grínast þegar þú setti það? Finnst þér ekki vera þannig vinnur að ég myndi koma og bjarga vinnum mínum ef það skulduðu peninga? Nei. Ha? Nei. Ég er fyrstur á svæðið. Ég er að gera grína þér, sko. Já, ok, okkur. Ég bara þekki þið svo vel. Þú þekki mig. Ok, ef þú myndir hringið mig að nóttu til og segja bara, herri, ég var inn í einhverju rugli, einhverjum póker, ég skuldaði, getur þú komið og borgað, heldur ég myndi að bara segja nei og halda áfram að sofa. Finnst þið það líklegt? Nei, sko, þú myndir reyna að finna einhverja leið sem að eru til þess að þú gætir sofið áfram. Hvernig það? Með að láta einhvern annan mæta? Bara millifæra eða hvort að þú myndir vilja fá að tala við gæjan sem stjórnar og reyna svona að setla málinn sjálfur hans í gegnum síma hvort það verður ekki hægt að græja þetta á morgun. Leð mér næst að tala við hans, Eppi. Já, leð mér að tala við gæjan sem bara einhver mafjósi sem er að sjá þetta. En við förum hér, skal ég eitthvað segja, í sturlaðar staðreyndir eftir örskama stund. Ég er með eina sturlaðar staðreind þannig að þér á eftir. Nú, ok, fíla. En fáum fyrst örstuð skilabóð. Það var það sturlaðar staðreyndir. FM 957, Túborg Léttöl og Lenovo kynna með stolti. Páskagleði í Listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Loksins. Alvöru páskadjam í Reykjavík. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Ekki einu sinni hugsa að missa þessum mögnuðu tónleikum. Það verður allt svakalegt hljóð og ljósakerfi á staðnum og fáránlega ódýr bar. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Það eru Túborg Léttöl og Lenovo sem færa þér páskagleðina laugardaginn 30. mars. Hann er mættur aftur. Stjörnustílistinn Kalli Benson í nýju ljósi. Kalli Benson í nýju ljósi, fyrsti þáttur miðvikudag kl. 20:30. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Tryggðu þér áskrift í síma 51251 eða á stöð2.is. Í dag er venjulegur dagur og það þýðir að einhver staðar uppgötvaði sitt fyrsta gráa hár í morgun. Hugsum nú fallega til hans. Það gerast hlutir á hverjum degi, góðir og slæmir. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM.
og Smirnoff kynna Tiny Tempa, Far East Movement, DMX, Outlandish, Rudimental ásamt 100 öðrum erlendum og íslenskum atriðum á Keflavík Music Festival 2013. Tryggðu þér miða á miði.is eða á N1 allt land. KeflavíkMusicFestival.is. Potturinn tvöfaldur og stefnir í 1850 milljónir. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Hauti og Íslenska tónlist alltaf meira og meira og meira. Já. Og ég hef aldrei séð of Monsters and Men á sviði. Ég hef séð einu sinni, já. Mér finnst það geðegir. Ásgeir Trausti, mér finnst það óslega góður. Ég svona mainstream gæi. Allt sem að verða vinsælt, það finnst mér bara gott stöf. Þannig að ég hef aldrei séð hann. Nei. Retro Steffson, mér finnst það geðegir. Ég bara, mér langar bara að fara á hlaupanir í bæ, bara á brókin og sturtuðum í brennivíni, sko, þegar ég heyri þeim. Aldrei séð á sviði. Jónas þarna og Ritvéla framtíðarinnar, mér finnst það ógeðslega góður. Aldrei séð á sviði. Og hérna FM Belfast. Aldrei séð. Nei, þurfum ekki að bæta bara úr því. Já, við þurfum að halda Sveppafestival. Já, það sem þú fær bara þínar upp á hljómsveitir. Já! Það náttúrulega núna, það páskagleði, það verður hellingur að Já, ég veit það, veist, hvað, ég bara að segja við þrjú börnum, við bara, pappi að fara á páskagleði. Ég er búinn að fela ekkin, þið leitið á þeim á sunnudaginn, sjáumst á mánudaginn. Okkur ekki. Og hérna vinur pappa alltaf með honum, veitir. Það er bara mjög gaman með okkur. Það verður með svona sveppast. Það er komið hins vegar að sturluðum staðrindum og ég veit það eru nokkri, nú eru nokkri í bílunum sínum bara að flauta af gleði heldur. Það er bara yes á komið að því. Og já, þú sagðist verið með einhverja sturluða staðrind, alltaf þú endaði allar að byrja. Hvaða sturluða staðrind varst þú með? Þú sagði ráðan eitthvað, ég er með sturluða staðrind handa þér. Já, það var bara rugl, sko. Nú, ok, frábært. Nei, ég kem með henni lógin. Næja, ok. Þá ætlum ég að byrja. Ertu tilbúin, Sverri Þór? Já. Eru þið tilbúinir, kæru hlustendur? Já. Ok, og þá byrjum við. Lengsti koss allra tíma stóð yfir í 50 klukkustundir og 25 mínútur. 50 klukkustundir og 25 mínútur. Eina sem leðilt við þetta var ekki einhver rómantísku koss á einhverju skipi. Það var bara eitthvað svona hiskjar en að vinna bíl. Já, var þetta í höllinni, já? Það var ekkert Íslandi. Nei. Það var í Asíu. En það er ekki margir sem þetta. Ég gisti konuna mín einu sinni í 69 klukkutíma. Já, ok. Ég vildi bara ekki skráða, sko. Þið tilkynntu það ekki? En 69 klukkutíma og hvað marga mínútur? 48. Ok, og var það tungað eða? Nei, oi. En okkur voru svona lengi? Bara, við höfum ekkert að gera. Nei, það er ekki fullt af svona metum sem hafa verið slegin á þess að fólk sé að segja frá. Já, ég held að fólk sé ekkert að kissast í 50 klukkutíma á þess að tilkynna það, sko. Nefna þá ertu bara einhverju livjum. Þú liggur bara upp í rúmi og ert að kissast í 50 tíma, farða að sofa. Já, þú endar á því náttúrulega. Já. En sko, þetta er alltaf einhverja ákveðna reglur í þessu. Já, þú færð 5 mínútna pásu á hverjum klukkutíma. Það segir sér líka sér allt, ef þú ert að kissa einhvern í 50 klukkutíma og færð enga pásu á henni, þá er þið bara mýg og skít á ykkur að minna að kissa. Já, og þannig á þetta að vera. Já, það á að banna pásurnar. Já. Þannig að þú þarf bara... Það þolir lengi bara, heyrðu, ég þarf að skýta, flott, þá erum við bara og þið lappið inn á klósett og þú skýtur og meðan það er verið að kissa þig. Já, eða bara, þú þarf bara að láta það flakka eins órómatist og það er. Já. Líka þú ert að éta og svona, þú mátt ekkert borða þú ert að kissast í 50 tíma og þau fá að gera það, þau fá að taka pásu til að borða, þá stoppa það líka. Ég er alveg samanlega, þá bara vita hvað er hægt að kissast lengi. Án þess að vera með einhverjum svona pásukjaftaði og já, svo máttu náttúrulega sofa bara í 7 tíma og... Já, það er nú aldrei þannig samt í þessu, þú farið ekkert að leggja þig, sko. Þetta er alltaf bara korter, eitthvað svoleiðis, pásan. Já, ég er samanlega, ég vil bara hafa fólk þarna búið mig og skýt í sig bara að kissast. Það er alltaf fyndið. Já, það er mjög hressandi. Hér kemur næsta sturlaða staðrind. Það helst í hendur í Bandaríkjunum á þeim stöðum sem country tónlisti spiluð meira því fleiri fremja sjálfsmorð. Og þetta er sturluð staðrind. Come again? Já, það er í Bandaríkjunum sem að spiluð meiri country tónlist en annars staðar. Þar eru framin fleiri sjálfsmorð.
Og menn vilja nú ekki meina að sé að því að lögin séu svo leiðileg, heldur að því að country textar eru oft svo sorglegir og svona fjalla erfiða hluti. Já, þetta... En þetta er bara sturlu staðrind og þetta er bara sanna. Þannig að þeir hérna í miðríkjónum, þar sem að country tónlist er ótrúlega vinsæl í Bandaríkjónum, sko. Já, maður sér hann bara í Idolinu, sko. Já, það er yfir bara vinsælast og sér Carrie Underwood og svona, hún er léttar ekki orðið popsönguna. Hún ákvað bara að fara í Idolinu því að það er peningurinn hérna í country því að það er á peningurinn, sko. Já, Dolly Parton. Já, þannig að því miður, þá er meira sjálfsmorð þar. Við getum svo sem ekki drætt það á neitt skemmtilegan hátt. Nei, það er samt svo skrítið að vera að kenna tónlistin það. Þú getur alveg kennt bara sólinn það. Nú, já, því að hlýða þar. Það er mikið sól þarna. Já, kannski. Það eru fleiri sjálfsmorð og það sem er sól. Akkur talar alltaf við með svo sér þroska þetta. Já, bara því að þannig er þetta lið. Haga sér þannig. Sorry. Orðið slött. Já. Veist hvað það er? Já. Voðalega opnuðust aður augun. Já. Nei, orðið slött var upprunalega notað yfir konur sem að nefndi ekki að þrífa heima á sér. Sturlu staðrind. Já, þetta er bara breyst með tíman. Já. Þannig að það var slött í gamla dag. Það var ef það var skítugt heima þeirra. Svo kemur næsta. Þetta er kannski, nú var ekkert frábær en... Jú, þetta er bara svona áhugavert. Eða ekki? Jú, þetta er svona, nú getur maður að fara að kalla, veist, pæla í hlutunum á annan hátt. Það var að kalla mömmu þér á slött. Það er ákveðið allt í rauðslið, mamma. Hei, slött! Svo kemur hér, þetta varst mér líka mjög áhugavert. Fangelsi í Brasilíu minnka dómiðin 4 daga fyrir hverja bók sem þú lest. Þannig að þú ert í fangelsi í Brasilíu, lestu sem flesta bækur og þú farið að fara út fyrr. Nefn og sett náttúrulega með eitthvað dauðadóm og þá er kannski erfið að út með 2 dauðadóm, þá ert að lesa ansið mikið. En þetta þú fær 4 daga af your sentence, eða af dóminum fyrir hverja bóksvonlist. Þá myndi ég bara segja, herru, getur þú látið mig hafa hérna tömi fyrir bað, Litla hænan, og hérna Emil í Kattolti, og hérna Einar Áskell seríuna, getur þú fengið hana? Já, þá ertu bara lausið 2 mánuði. Já, hver allra að segja bara, herru, ég er búið með þessa bók hérna, já, ok. Klassi? Nei, þú ert örgulega, það er tekið prófurinni. Já, þetta er bara að það hefur verið að hvetja menn til að læra, sko. Já. Nú ertu örgulega fyrir próf og sannað og hefur lesið hana. Já. Þetta er sniðugt samt, þetta væri svona... Þetta er einn svona... Ef ég væri stattur í fangelsi í Brasilíu, nú veit ég ekki okkur ég ætti að vera stattur þar, en ef að svo óheppilega vildi til... Vinur minn var í fangelsi í Brasilíu. Já, ef ég sæti þar inni. Ég myndi reyna að lesa sem mest. Hefur maður eitthvað annað að gera? Já, sko, ef þú kannt brasilísku, þá ertu í góðum málum. Já, heldur að það ekkert að fá bækur á ennsku Er það ekki það? Ég veit ekki. Nei, já, veist ég meina, ég veit ekki einu sinni hvaða tungumáli tala, spænska eða eitthvað drast. Já, portugalska eða ekki. Já, ok. Þá var það næst. Ken Jeong, kynverinn í Hangover, Asíubúinn í Hangover, mannstu sem var allsber í skottun í fyrstu myndinni. Já, snillíkur. Já, herðu, hann er undrabarn úr skóla og útskrifaðist úr háskóla þegar hann var 16 ára og kláraði læknirinn þegar hann var 24 ára. Spáði því, hann er svona brainiac. Leikur svona algjöran vitlýsing. Það er skemmt. It's gonna be a sick night, bitches. En hann er fyrst sko með einhverja rosalega greindaðistur. Ok. Og er það sem þeir kalla orðurétt hér á ensku a genius. Ok. Svo er það næsta. Google þénar $700 eða 90.000 krónur á sekundu. Wow. Við erum einhvern veginn þessi hefur komið held ég. Nei, það er bara verið annað fyrirtæki. Ég er búinn að taka Microsoft, ég er búinn að taka Coca-Cola. Þetta var að nýjasta. Vá. Já, 90.000. Núna bara aftur 90.000. Bling. Aftur núna 90.000. Slatti. Já, það er náttúrulega leiga, það þarf að borga leigu. Svo þarf að rífa þarna, þetta er stórt húsnæði. Það er ræstingar fyrirtæki sem séum það. En þú veist hvað ég segja, you gotta spend money to make money. Já. Svo kemur þér næsta 80% kvenna sögðust taka húmor fram yfir peninga þegar kemur að því að kynnast mönnum. Woohoo! Já, það er ekki bara heldur. Við því. Heldur betur. Svo er það hér, karlmenn ljúga helmingi oftar en konur, sturlu staðreynd. Já. Ég fór að lesa þetta og þeir vildi bara meina það inn á sturlu staðreyndum að það er bara sturlu staðreynd. Já, ok. Karlmenn ljúga helmingi oftar en konur. Já. En oft líka bara svona tiny little white lie. Já. Hvað er þetta mín? Ég er hérna í Ártúnsbrekkunni og það varst upp í Mosó. Já, en okkur að ljúga því svona? Æ, það var svona styttið og komin heim. Já, reyndar. Það skilur. Já, ég staðið með því að hafa hugsað hérna, nú þarf ég aðeins að fara að minnka hvítu legarnar. Já, þú lígur mjög mikið. Nei, ég líga ekkert mikið, en ég er rosalega oft, þú veist, það verður svona ekta lígi sem ég myndi segja, herru, hvað ertu? Ég er bara hérna í Mosó. Já. Nei, ég er í Ártúnsbrekkunni, en er í Mosó. Já. Bara, ég var að stakka út í bíl. Já, svo kemur hér næst síðasta 44% af þeim sem hafa, já þetta var mjög áhugavert, ég fór að googla dæmum þetta 44% af þeim sem hafa unni meira en 130 miljónir í lottói hafa eytt öllum vinningnum á fyrstu 5 árunum eftir. Wow.
Þannig að bara sko 44% af liðið sem unnið svona stóran, þá eru að tala meira en $1 million, hefur sóað honum á 5 árum eftir að unnið hann. Bara hann eitthvað maður. Já, ég held að það sé ekki allir leitt gríðalega hamingjusumir í dag sem hafa unnið stóra lottópotta. Ekki samkvæmt þessu. Svona ekkert eins og Gils, hann sagði nú hérna í 2 hörðum á föstudegi að hann myndi frussa sig frá sér á 5 árum og halda svo bara áfram að þjálfa. Og hann vildi bara kaupa sér snekju og skýra hana Big Man og eitthvað. Já, þú veist, það er ekki máli að kaupa sér snekju, sko, hún kostar milljarðar rekan á ári. Já, þá er þetta bara farið. Já. Svo er það síðasta, já, þetta hérna var líka skemmtilegt. Rhinoceros bjallan, sem sagt, svona pattabjalla. Já. Rhinoceros bjallan er sterkasta kvikindi jarðar og getur lyft 850 sinnum líkamsþyngd sinni. Sæll. Já, hvað ert þú þungur, Sverrir? Það er nú allur gangur á því. Ég er 83,8. Ok, segjum bara sér 80 kíló í dag, sinnum 100 þá er það 800. Spáði sinnum, þú veist, þetta er eins og þú getur bara lyft einhverjum tonnum, sko. Já, bara flutningabíl. Já, bara eins og þú getur, þetta er eins og þú getur bara haldið á flugvélina stíð, sko. Þetta er það mikið, hún er það sterk þessi bjalla. Já, en hún er samt svo tiny og... Já, hún er samt að taka 850 sinnum líkamsþyngd sína. Hún er ógeðslega sterk. Ég er ekkert að tala hún sé bara að slást við þig. Nei, einmitt, ég geti traðkað henni. Já, en hún er samt svona hraust miðað við, ef hún er lítil. Já. Ég sé að þið finnst þetta ekki að impressive á mér og það við geðum til töðraði. Nei, sko, hérna, þú veist, þegar það er verið að líka einhver svona pöttum við mannfólkið, þá er það kjaftaði, skilu. Það er ekkert hægt að segja, þú veist, Snígill, hann býr bara inn í sér, ekki við byggjum alltaf hús og manni finnst að Snígillin ber húsið sitt og eftir sér, skilur þú? Já, stjórnstaðarind. En þú veist, ok, I got the point, en þetta er Snígill. Já, ég myndi vilja sjá því að taka 850 sinni líkamsþyngd þína. Já. Þú getur ekki tekið hana einu sinni? Getur þú tekið armbegið eða? Já, svona 30 röð. Ok, en uppbyggingar? Enga. Enga uppbyggingu? Nei, veistu hvað það er? Það því nenni ég ekki. Sléttöl kynnir Vintage Caravan, tónleikar á Dillon 15. 21. mars. Frítinn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mæta snemma. Langar þig í háhraða internettengingu yfir ljósleiðara? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðara á frábæru verði. Er það ekki bara flott? TAL. Svona á samband að vera. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalögin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalöginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það er rétt til að hlusta hér á FM 95 Blö. Öddu og Sveppi með okkur til 6 í dag. Segðu eitt fyndið, ef ég segi, hversu gott er súkkulaði Nissa? Og þú segir eitthvað fyndið núna. Húðflúraði flóðhest. Nei, eitthvað spontant, nýtt grín. 2, 1... Nei, ég var næstu bara Dónalur. Nei, ég veit það ekki. Jú, eitthvað fyndið. Hæ? Hversu gott er súkkulaði Nissa? Hristu hund, hvað er gott? Þessi var mér. Ert þú með eitthvað? Nei, ég var bara með 3, 2, 1. Þambaði drullu. Það steytist hér í hittaklefa dagsins. Ó, já! Og það er Davíð Oddsson sem er í hittaklefanum á þessu sinni. Hann er hér rétt handa á hornið en það er líka símtal til Slóvaníu hér eftir öskama stund. Hressandi. En ég var að skoða hér síðan á hún.is, Svefi. Hún hvað? Hún.is, já. Sem er fínasta síða hjá stúlkum sem eru með
Þetta eru Kristrún Öspo þær held ég sem kom til okkar í Ötosöpa. Já, ég er komin inn á þetta. Já, fínasta síða. Og það er það sem vinsælast hjá þeim. Þær eru svolítið mikið með eins og ég fæ á preppinu, eins og hérna 9 leiðir til að veita henni betri munnmögg. Veit ekki með að lesa það hérna í útvarpinu. En svo sá ég líka svona aðra könnun sem vinsælast í vikunni. 9 leiðir til að veita henni betri munnmögg. Okay. Og það er hérna 23 hluti sem kallar þol ekki við konur. Og þetta er bara svona að vera að skrifa eitthvað bara bull, þannig séð. Og svo koma bara þvílíkt leiðilega svona kommenta. Ég fór að hugsa, er ekki til neitt kommentakerfi í Íslandi sem er bara svona hrest og skemmtilegt? Jákvæmt. Já, er það alltaf bara eins og hérna, karlmenn vilja ekki að einhverju fáiðar sem reka heimasíðu þykist vita hvað allir karlmenn vilja. Já, það er bara 70 likes. Ekki að svona kannanir er alveg, þetta er kjánalegt, sko. Nei, sko, málið það. Bara vera hress. Nei, samt ekki að vera bara hress. Ég veit ekki, á hverju þetta lesi þetta fyrir töðunar? Það er bara, fólk ég þrífst á sem dóti sem að pirra mig, sko. Já, ok. Svona, þetta er eitthvað sem getur fyrir töðunar þér endar, eða ekki? Já, veist, það er að 23 hlutir sem kallar þol ekki við konur. Þetta er einhver listi sem að þær eru búin að búa til, bara einhverju flippi. Bara stelpunar, já. Sko. Og veist, og koma, þeir pottit vilja þetta ekki. Hvað þú talið svona? Já, og svo þálega ekki þegar við erum að endalast í símanum. Settu það inn. Það er svona. Já, það er þetta, ég fór nú yfir listan hérna. Karlmenn vilja ekki að konur séu, veist, með hömlur á sér í rúminu. Tali út í eitt. Þetta er svona listi sem er búið að búa til 50.000 sinnum, sko. Já, en við erum oft með svona lista í FM 95 blöð eftir það plögg, sko. En við sækjum hann, þá kemur á svo preppadraslega, sko. Já. Karlmenn vilja ekki að konur síni eldra fólki lítilsvirðingu. Nú er ég karlmaður. Auðvitað veit ég ekki að konur síni eldra fólki lítilsvirðingu. Þetta stendur það eitthvað til, eða hvað? Nei, svo líka. Herrastu mín, þarna fórstu við striki, sko. Ég er nú karlmaður alltaf að þú sínir ekki eldra fólki lítilsvirðingu. Og ef að þú ert komin út í svo mikil details í þessum 23 hlutum, er þá ekki ýmislegt annað það sem maður ætti að koma við? Karlmenn vilja ekki að konur skýta á hunda. Já, einmitt. Þú getur alveg fara út í það, ef að sína gömlu fólki lítilsvirðingu. Karlmenn vilja að konur, veist, gangi í fötum. Já, nei, samt ekki. Ekki alltaf. Nei, kannski ekki alltaf. Ég komin hérna inn, þetta er aðeinslegt. Kristrún Ösp. Já. Hún er svona, skrifar inn á þetta. Já, hún er með þessa síðan. Já, hún er með þetta. Hún er hérna, ég sé bara 20. desíðlinn, þá sendur hún svona jólakveðja frá mér til ykkar. Já, á síðunni. Já, hún er einn af stofnendum síðunar. Já, þetta er flott, bara gaman að maður, veist, ég vissi ekki að þessari jólakveðju frá henni til mín. Nei, ok, nú veistu það. Nú er ég búinn að fá hana, sko. Já, það er ekki vera. Já, mjög flott, sko. Já, við skulum, við þurfum svo sem ekkert að ræða þetta neitt meira. Þetta er... Nei, það er nú kannski alltaf að ræða það hvað konur eru farin að færa sig upp á skaftið. Hvað er þetta rugg? Fáum hér smá M&M. Svo er það hitakleif dagsins. Davíð Oddsson. That's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957, bling bling bling. Hæ, Sveppi hér og blöð þar. Útsi. Já. Og það er komið að dagskrálið hjá okkur strákunum sem heitir Hitaklefin. Hitaklefin dagsins. Já, og maðurinn sem við ætlum að hringja í dag. Kannona. Já, sko, nafnið alltaf. Já. Hann heitir Davíð Oddsson. Já, og það eru margir búin að bíða því að við hringjum í hann, við erum búin að bíða því. Já. Aldrei náum við sambandi við hann. Nei, eina er að, sá Davíð Oddsson sem að þið haldið við séum að tala hann hefur bara engan áhuga að tala við okkur strákana. Nei, og ekki nokkurn mann innan þessa fjölmiðla veldis, 365. Þannig að við getum því miður ekki verið með Davíð Oddsson sem er hvað núna, ritstjóri Morgunblaðsins, eða hvað er hann? Já, hann er ritstjóri Mokkans. Og ætlum við því bara að ringja einhvern annan Davíð Oddsson í staðinn. Já. Það er ekki allt í lagi. Við erum búin að fara inn á já.is. Já, eina sann sem ég sé hérna Sveppi. Nú er ég búin að skrifa Davíð Oddsson inn á já.is. Já. Ég fæ ekki eitt einasta gemsanúmer. Þetta er allt menn sem eru með heimasíma. Og það er enginn hérna Davíð, þannig að við þurfum að treysta þessu heima þessi bara miðjum degi. Það er út af því að þeir eru svo gamlir, held ég. Hvað meinar það? Þeir eru ekki með gemsa, sko. Jú, er ekki allir með gemsa? Jú, það er einn með gemsa hérna. Já, en þú veist, það er enginn, ég trúi því ekki að það sé einhver undir 30 sem heitir Davíð Oddsson.
Já, einhver sem heiti Oddur og skýrði hann Davíð. Já, skýrði hann Davíð, þá bara, veist, að því að Davíð er svo mikið, Þetta er svo mikið nafn eitthvað. Já, þetta er þungt nafn að bera. Já, en náttúrulega þetta er Dabbi Kóngur. Já. Vinsæll, að fölta fólki. Já, en þetta er bara líka það skiptir einhver máli hversu, þú veist, bara ef að Davíð Oddsson er þú mættur, það er alltaf fyndið. Já, reynd. Skilur þið? Það er það ok, ef að ringja. Sekum á þessu. Og hvernig ætlar að bjóða um hittaklæðinu ef við bara byrja úr Við bara komum til sæll og verðum velkomni í hittaklæðinu, ekki? Já, ég gamla góða. Hérna er ég með einn í Moselsbæ. Halló. Já, Davíð Oddsson er hann við. Já, hann er bara hérna taka á bíl hérna úti. Já. Getið tekið skilabóð til hans? Já, það eru nefnilega nokkra spurningar sem við þurfum að spyrja. Nú? Já. Hvað er þetta einhver skoðakonun? Nei, alls ekki. Þetta er annað. Veitu? Já. Er það Davíð Oddsson? Það er hann. Komdu sæll og verður velkomin í hittaklefa dagsins. Já. Heyrðu, fékkst þú vinnuna hjá Mogganum í gegnum klíku? Mogganum, já. Af hverju vildu aldrei koma í viðtal hjá okkur? Það er nú máli. Er hrunið þér að kenna? Já. Hvað klikkaði í Seðlabankunum, Davíð? Svaraðu! Af hverju Sjálfstæðisflokkurinn? Hvað segir ykkur? Hvað ert að gera akkurat núna, Davíð Oddsson? Ég er að vinna bara. Vinna í hverju? Af hverju ertu ekki upp í Mogga? Mogga? Ég er ekki í Mogganum. Hvað gerður við Seðlabankan? Hvað ég bara... Er hrunið á þínum herðum? Er hrunið á þínum herðum, Davíð Oddsson? Nei. Var Geir Haarde strengjabrúðan þín? Já. Af hverju hatarðu Jón Ásgeir? Hata ég hann? Já, þú þolir hann ekki? Nei. Hver er þú? Hvað gerði hann þér? Hver er þú? Þú ert í hittaklefunum. Í hittaklefunum? Hittaklefi dagsins? Hittaklefi dagsins? Já. Heyrðu? Bye! Blessaður. Já, þetta var, Davíð Oddsson í hittaklefi. Þetta var alveg skelfilegur hittaklefi. Já, jafn óþægilegt fyrir mig og hann held ég, sko. Já, hvort var þetta verra fyrir okkur eða hann? Ég dúti mýja hvað þetta var lélegt, maður. Já, sko, þetta er... Þú heyrðir það langa leiðir að við erum ekki fyrstu mennandi sem ringjum í hann og erum að fýblast í hann. Ég kom með óþægendasvita. Ég vildi ekki spyrja á fleiri spurninga því að þetta var svo óþægilegt. Hvað erum við að gera svo fyrir? Spilum þetta ekki. Þetta spilum við þetta. Það verður allt spilað í þessu. Þetta var hittaklefi dagsins og við byggjumst afsökunar á honum. Viltu ekki eitthvað annan Davíð Oddsson? Að sjálfsögðu ekki gera hún. Anskotin. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Ég er að fíla hann. Rudimental? Já, hann kallaði sig það, Rudimental. Það er eitthvað nýtt, sko. Hvað er hann að fara að gera í Keflavík? Hann er bara að fara í Bláa lóni með Ólageir og eitthvað. Svo ætlar hann að spila á tónlistarhátíðinni Keflavík Music Festival. Já. Sem að við erum að gefa Óla það. Þetta er að fara að líta helviti vel út. Já. Óli, sko, hann er nákvæmlega samátt að hann synda mútið strömmnum, sko. Já, ég er ánægð með. Hann er að fá DMX þarna líka og Tiny Tempa og það er bara fullt af flottu lið að þetta inn. Já. Óli, já, maður bjóst ná ekki við þessu þegar hann var hér í Ísland. Nei, þegar titillin var tekin á honum. Alveg rétti, út af hverju það eftir. Út á Splash TV. Já, hann var með eitthvað tónlaskap. Já, svo hann er oft dansandi á línunni. Hann var náttúrulega með Dirty Nights en ég held núna að vinnur okkar Ólageir, bara eins og við vonandi, er svona aðeins að þroskast. Já, ég skil nú ekki ef að titillin var tekin á honum, þá hefði titillin líka átt að vera tekið á honum Þór, sem var herra í Ísland hérna 90 eitthvað, sko. Já, hérna ljósærið hann. Já. Akkur átt að taka á honum. Já, hann var til dæmis að selja landa. Já, ok. Og hvernig veistu þú það? Ég keypti á honum alltaf. Keypti á honum landa. Og hérna, svo var hann líka í Bleikt og Blátt. Já, alveg rétt. Hann misti ekki titilin samt. Hvað hét hann stu? Þór hvað? Ég mann ekki Þór, eitthvað. Ekki Þór Sari? Nei. En núna alltaf þegar ég heyri samt Þór, þá kemur Sari einhvern veginn strax á eftir. Hefur þið hitt Þór Sari? Nei, ég hef aldrei séð hann í lifandi mynd. Ég sá hann daginn, sko. Nó, hvað sást hann? Þú eru mjög nálægt honum. Já, mjög nálægt honum. Og ég leit niður til hans. Hann er miklu minni en ég. Þú ert hvað, 1,70? Já. Hann er bara svona 1,40. Nó, er hann bara við dvergamörk? Já, hann er rosalega lítill, sko. Þór Jósefs hitt hann. Þór Jósefs, já. Ó, ég elska þetta kemur svona. Já. Ok, hvað sagður? En já, Þór Sari, sem sagt, hérna, hann var með þeim þarna
hraðfréttagæjum, Fannari og þeim. Já. Þeir voru eitthvað að stríða honum og svona sko. Ég hitti þá 3, Þór Sari og hina 2. Og við vorum allir svona að spjalla saman eitthvað smá. Var það bara eins og þeir var út að labba með krakka sinna? Já, svolítið þannig. Svona sína af að Reykjavík eða eitthvað. Nei, já, ok. Já, mjög gaman. En hann reyndar, hefur hann ekki alveg húmor fyrir því að hann sé stuttur eða? Jú, ég held það nefnilega. Það nefnilega, þetta eru sko, svona alþingismenn eru með rosalega þykkan skráp. Já, verða að vera með það. Já, þú haggar ekki svona gæjum, sko. Nei. Ég ekki það, ég er ekki topp náðingi. Þór? Já. Örugglega, sko. Það er fínna, ég veit ekki eins og í hvað flokk hann er. Ég þekki hann ekkert. Í hvað flokk hann er? En það er einhvern veginn alltaf, maður sér rosalega oft svona verið að dreifa ykkur eitthvað sem hann er að segja. Ég held að hann sé voða svona, hvað segir maður, svona umdeildur. Já, hann er það nú örugglega, sko. Það ekki? Jú. Hann var með eitthvað daginn, eitthvað sem var fellt eða eitthvað svona bla bla bla, sko. Já, hann virkar nú ekki lítill á myndinni sem ég sé hann, en það er enda bara andlitsmynd. Enda ekki með lítið andlit. Við ætlum að hringja hér til... Hann fættist, bara svo komið hérna á framfæri. Já. Hann fættist á Miami Beach í Flórida. Alveg? 9. júní 1960. Og foreldrar hans eru Lee Elise Roy Sari. Okay. Flugvirki. Ég segi. Og Rannveig Steingrímsdóttir. Rannveig hefur sem sagt verið búin að finna sér einn flugverkja frá Miami og svo eignast þau Þór Sari. Já, skemmtilegt. Smá fróðleiksmóli þetta fyrir ykkur. Við ætlum að fara í örstuð kilabóð, svo ætlum við að hringja til Slóvaníu, lægja á leiðinni heim og fleira eftir. Fæðingarleikur FM 957 og Kringlunar. Takk þátt í frábærum leik og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður sko nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframöður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök afsláttasprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjarakaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika á að vera með. Viltu þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mætt á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftímafresti gefum við stórglæsilega vinninga frá nokkrum velvöldu verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig er eins gott á sett í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu er með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Páskabingo Górillunar og Korona á 50-dagskvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Meðal annars 50.000 króna gjafabréf frá WOW Air. Síðast komust færri að en vildu. 5 Korona í fötu á tilboði. Górillan, Stórhöða 17. Á ég að segja ykkur svolítið? Gjafabréf á Hamborgarafabrikuna er frábær fermingagjöf. Ég meina, hver vill ekki fá hamborgara í fermingagjöf? Þau eru afgreidd á staðnum. Mættu bara og kiftu þau með. Hamborgarafabrikan sími 5757575. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolja. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Á FM 957 og íslenska landslið okkar, Sæpi, í fótbolta, kalla landslið, þeir eru að fara að spila á föstudaginn að ég held. Já, ok. Já, að poteta föstudaginn. Og mikilvægan landsleik í undankeppni, HM. Nú, þetta er leik sem skiptir máli? Já, þetta er ekki eitthvað svona gannirusl. Þetta er ekki æfingarleikur? Nei, hversu þreytt er að horfa á íslenska landsliði keppa æfingarleik í fótbolta? Það er bara eins og að horfa á málingu þarna. Það er bara viðbjöður. En þetta er alvöru leikur og væri rosalegt ef þið myndi vinna þetta. Það verður mjög gaman. Og við erum með okkar sterkasta lið. Já, hverjir eru það? Það er Gylfi. Já, þeir eru allir. Gylfi, Kolbeinn og Eiður og allir. Nú er Eiður með? Já. Ok, snilt. Guttun okkar er mættur út. Hérna, og það sem við viljum að gera núna er, við viljum að ringja til Slóveníu. Við ringjum með alltaf og reynum svona að tengja við svona viðburði. Já, þetta var hvort að sé stemming fyrir þessu þar? Já, heldur að Slóvenar séu spenntir fyrir leiknum með það?
Ég gerum ekki alveg greið fyrir, sko, hvað þetta stórt land og hvað mikið í gangi þarna, sko. Hefurðu talað við einhvern á Slóveníu eða? Nei. Aldrei? Nei. Nei, ok. Ekki heldur. Þannig að Vestafallið bara fá að tala við einhvern Slóvana. Já, það mjög skemmtilegt. Ég með þess að ljóta að segja, sko, ég með netta fordóma einhvern veginn. Ég hlakka til að heyra. Slóvanar eru svo ruglaðir. Já, ég með svona það einhvern veginn. Það er svo fyndið, maður getur sagt Amerikanar, þeir eru svo steiktir, skilur, maður getur dæmt heila þjóð, sko. Og Bretar eru svona og Danir eru svona. En Slóvenar, maður veit ekki alveg svona, maður getur ekki lagt fingurinn á það hvað þeir eru, sko. Nei, ég sann sé fyrir mér svona mann með mottu og að reykja. Good evening, Hotel Acton, Adam speaking. Yes, hello, do you speak English? Yes, I speak English. Yes, hello. Hey. My name is Auden and beside me is my friend Sveppi. Hi. 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 I don't hear you. You don't hear us? Huh? What? I don't, hvað sagði hann? Ég heyrði það ekki. I don't see you. Æ, meina hvað, bjóst það við því eða? Hæ? Bara FaceTime. Hvað, skellti bara strax á? Ég veit það ekki. Þetta ekki hótel eða? Jú, það held ég. Það er rugglega þetta maður. Það hringi eftir í hann. Já. Þetta er ekki að hjálpa fordómi mínum kakvar Slóveníu, það er nokkuð ljóst. Þetta grínast maður. Ég er ekkert smá nexlaður á þessu. Á hvað er ókristið sem er? Smá ókristið. Hello. Yes, hello. Sorry, something is wrong with the phone. I don't know. I didn't hear you. Do you hear us now? I hear you now, perfect. Yes. Okay, thank you. You are in Slovenia, right? Yes, we are in Slovenia, yes. Yes, me and Sveppi, we are calling from Iceland. Hi. Aha. Yes. Yeah. Do you know that country? Yes, I know Iceland, yes. Yes, okay. What is the first thing you think when you hear Iceland? Football match in Friday. Hey! We are calling because of that. Aha. Are you gonna watch that game? Yes, of course. Okay, sounds good. Do you Slovenians, do you have a good team? Yes, we have a good team. Yeah. I think we will win. I think so too. Are you drunk? No. We have a good team. It will be a tough game, but Slovenia will win in the end. Who is the best player in Slovenia? Mateusz, okay. And Handanovic, goalkeeper. Yeah, okay. Where do they play? They play in Ljubljana. Oh, okay. Because we have players, do you know? We have players that play in the Premier League. Yes, I know. Yeah. What players from Iceland do you know? Actually, I have to look. Tell me one. Eidur Johnsen? Yeah, of course. I know him, yeah, of course. And Gylfi Sigurðsson? Yeah. Yeah, see, we have a wonderful team. Yeah. Kolbeinn Sigþórsson plays for Ajax. Oh, now I'm scared. Það er ekki brósa. Nei. So what are you working in a hotel? Yes, I work in the hotel, yes. How old are you? In Kran. Okay. In Kran, yeah. Yeah. How old are you? I'm 25. 25, okay. We can hear that you are a good guy. Yeah, I think so. You sound fun. Yes, I am, actually. Yeah. Do you have a girlfriend? More girlfriends, nothing serious. Nothing. Okay. Ánægð með hann, maður. So, what is the weather like now in Slovenia? What is the weather? Yeah, do you have good weather now? Yes, today it's very good, it's sunny. Yesterday was terrible, yesterday was rain. Okay, but sun today? Today it's good. Okay, you should come to Iceland. Yes, one day maybe me and Sveppi, we come out there and we come see you. Okay, Yeah. we are here in Kran. In Kran, yeah. Would you show us a good time? Yes, actually. Yes? You come. Yeah, okay, wonderful. Okay. That sounds like a plan. It was very nice talking to you. Yes. The same. And Okay. we hope Have a nice day. Yeah, we hope that your team does shit on Friday. I hope that your team. We will see. Okay, bye. Bye. No. Bye. Hann var nettu gaur. Já, ég var að fara að spyrja hann hvort hann hafi séð Borat, meðan hann tala alveg svo Borat.
Nei, Það fannst þér ekki svo... Já, bara svona pínu bjögu enska. Já, svona borat enska. En hann talaði ensku, ætlaði að horfa á leikinn og það er stemming fyrir leiknum í Slóveníu. Og hann kom að fyrra bræði og sagði, yeah, because of the team on Friday. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er í fyrsta sinn sem við fáum... Nei, náttúrulega vinnur okkar Zimbabwe, við eigum núna 2 vinni. Já. Ég getur þurft að passa þetta númer. Já. Hann var L3. Já, ég var til að hitta hann. Já, ég var til að bara, þetta er eitt besti vinnum. Já, þess vegna. Þetta er Ásgeir Trausti hér með nýfallið regn. Ásgeir Trausti. Já, hvað heldur Ásgeir Trausti sé að gera akkurat núna? Hvað heldur hann sé að brasa akkurat núna? As we speak, hvað heldur Ásgeir Trausti sé að gera? Hann tildur að nýkon heim frá Rússlandi held ég. Já, er hann ekki bara inn í stofu að telja peninga? Gæti verið sko. Eða hann er með John Grant að semja enska texta. Já. Það er forvind, það er ekki eins og víst að sé á landinu. Er hann ekki voða mikið að ferðast eitthvað út á tónlistinu og svona? Já, ég held samt að sé á landinu núna, sko. Ég þekki eitt gæja sem er með hann við bandi, sko. Já, ok, við þurfum að fá hann eiginlega aftur í þáttinn. Hann kom einu svona og hitt okkur Egil. Þannig að við ætlum að fá að spjalla hann, ég og þú líka. Já, ég verði til að tala við hann, ég það ímislegt sín þegar það er Ásgeir Trausti, sko. Já, við skulum fá hann. Líka bara að fá hann með gítarinn, sko. Já, fá hann til að taka eitt lag hérna. Ég vil vera með meiri gítartónlist þegar ég er hérna. Á þriðjutum? Já. Ég er til í það. Okkur byrjað þú ekki með Trúbadór dagsins? Einmitt, Trúbadór dagsins. Já. Þá fæ ég einhvern gæja sem kemur og spilar eitthvað gott lag. Kemur og spilar og ég fæ að syngja með honum. Ég veit ekki með það en... Já, það er draumur minn. Allt hitt var ógustlega gott, sko. Það er draumur minn. Ok, það er ekki gaman að fá Ásgeir Trausta til að taka þarna síld í hafi eða eitthvað. Eitthvað sem þessi lög heita hjá hann, skilu. Nei, ekki nema þú fáir að syngja með. Nei. Það var það fyrst orðið skemmtilegt. Það var þetta orðið útvarp. Já, ég skilji. Ok, þú mátt syngja með. Ok, ég ætla bara að segja að þú mátt sofa með. Já, ég skal sofa hjá hann líka. Hérna, Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi Krull. Borðurðu mikinn skyndibita? Hætt að segja sem feitur. Hvað segir þú? Borðaði mikið skyndibita? Já. Því að samkvæmt það er alltaf náttúrulega málið þetta er eitthvað sem maður getur alveg sagt sér menn núna er það komið í ljós að fólk sem borðar mikið skyndibita verður þunglind af því og þetta er það sem er kallað hér svona skammtíma gleði og menn hér hjá Penn State háskóla fara svo langt með að kalla þetta svona eins og nett eiturlyf bara þið líður vel á meðan og borðar það en ekki eftir það er náttúrulega það er skyndibitastaðar á Íslandi og Bandaríkjunum eru nú ekki alveg sammála þessu? Nei og ekki alveg grísi hérna á Íslandi það er náttúrulega endalaust af þessu út í Bandaríkjunum Já, það er miklu meiri viðbjóður í Bandaríkjunum Já, það er kiptið donut skilur við, sem er hamborgari hamborgara donut með bacon inn í eitthvað svona já, það var þetta rókislega en þetta er samt eitthvað en er þetta ekki bara spurningin um það ef þú borðar ómikið skyndibita þá verður í fyrsta lagi feitabolla og þá verður maður þunglindur já, geta alveg spilað inn í og þá líður þið bara illa já, ég meina þú getur líka getið ógislega bara það er oft með fólk sem er of þungt að vera þunglind Já, en það er líka samt það sem er meira að vera að meina hér að það er ekki næring líka í matnum sko þú þarf náttúrulega þína næringu til að vera happy camper Já Ég er nú á þeim stað í lífinu sko að ég get borðað og borða yfirleitt þannig að ég borða þangað til að mér líður illa í sálinni Gerum við í dag? Já Þú varst hættu því? Já, ef svona öðru hverju borða ég bara, það er engin stoppari á mér. Nei. Það er ekkert eitthvað svona, já, þá er ég búin að borða nógu mikið til þess að eiga orku fyrir daginn og svo fæ ég mig kannski á eftir aftur. Eða skilur, það er ekkert svona, það er bara getið bara. Bara til að þið líður illa? Já. Það er mjög skrítið, sko. Já, jú, kannski. Hvað er það svona helst þá, núna fyrst við erum búin að breyta umræðinu yfir í þitt mataræði, hvað er það svona helst sem þú getur getið bara og þú hættir ekkert fyrir líður bara illa? Ef ég fer til dæmis, ef það er til dæmis hakk og spagetti í matinn heima þá eldum við alltaf svolítið mikið
af því að maður nennir ekki að taka sko hálfan pakka af hakki og eldan og frista restina eldu við þetta bara allt saman, já, og svo þetta spurningum að nota þetta kannski hádeginu daginn eftir, þá get ég endalaust, þá bara get ég hakk og spagetti bara út í endalausa, ekkert óholt, það búið að skera niður selleri og gúrku, En þú getur svo mikið að því að það verður óholt? Já, ég get bara of mikið. Já, ég skilji. Jafnvel af hollum mat og öllu svona. Ég get alltaf of mikið, sko. Já. Það líklega máli. Maður þarf að passa, skattana. En hérna, sko, talandum að vera þunglindur að einhverju. Það er, sko, Domino's pizza, sem að mér finnst ógeðslega góð. Já. Sem að mörgum finnst hún ekki vera beint pizza, sko. Hvað er rugglað? Ég fæ aldrei leið á Domino's. Ekki heldur, sko. Ég get alveg tróðið í mig. Já. Með bónus rásalati ofan á og divi koktelsósu. Það er bara hér fullkomna eitrið. Það bara, ég verð svo... Er það heroin sveppans? Það, og sko, þegar ég er búinn að borða kannski 12 tómu Domino's pizzu með pepperoni og sveppum, hrásalat yfir, svona bónus hrásalat. Já. Eitthvað sem að... Bara sveitt og gott. Já. Og divi koktelsósu. Svo, þá græt ég eftir það. Já, þá líður þér illa. Þá líður mér illa. Eins og þér leið vel. Já, en svo er ég líka bara svo sterkur. Að þótt mér líði illa, þá innst inni líður mér vel yfir því að líði illa. Já, ok. Taktu það með þér á kottan. Ég skal fara með það á kottan fyrir mér í auglýsingar svo að lægja á leiðinu heim. FM 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke keppni Háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke keppni Háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitin 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinnir margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira né minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu þig strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánari upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þér karaoke keppni Háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Opnaðu eina kalda með félagunum. Súkkulaði mjólk frá MS. Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Auði og Gæsti í sveppin frá því þú myndist á uppáhalds íslensku böndiðin aðan. Það er ég nánast búinn að spila það allt. Já, ég hef búinn að heyra, ég var að fatta, þetta er snill. Sett á Rettra Stefánsson fyrir, sett á Ásgeir Trausta, sett á Jónas Sigurðsson og lagið á leiðinni heim, þú verður mjög ánægð með það. Nú? Það er, ég ætla ekki að segja neitt, það er hér rétt handað við hóðni. M&M. Hæ? Er það M&M eða? Já, nú að því að þú verður svo ánægð með það. Nei. Þú samt fílar alveg M&M. Já, eitt og eitt lag, sko. Já, hann er töffari. Ég myndi ekki köpa diskinn. Já, ég er eitthvað að kaupa diskina svo, hef keypt. En ég ætlaði núna að segja þér frá, ég hef mjög gaman að þessu, vonandi þú og hlustendur líka. Já. Það var að koma eitthvað listi yfir mestu kvikmyndaflopp sögunar. Já. Og þá var verið að tala sem sagt hvað myndina töpuðu miklum pening. Ok. Og það eru þetta nokkrar sumar, náttúrulega kannast maður ekkert við. Og ástæðinu svo að myndin floppaði og var dýr í framleiðslu. En það er eins og hérna í 20. sæti, það var mynd frá 1997 með Kevin Costner sem heitir The Postman. Já.
Hún tapaði 60 milljónum punda. Spáði, það 60 milljónir sinnum 200. Þú ert að vinna í stúdíónu, hvernig útskýrur svona? Bara svona ég bara hafði fanta trú á Kevin Costner og hann var bara eitthvað postmaður í framtíðinni. Já, hann átti erfitt ár þarna. Já, svo kom hann Waterworld. Já, hún var líka rosalega flott, sko. Svo þetta myndir sem heita Icon og Lost og eitthvað svona, sko. En svo það vinur okkar, John Travolta í 16. sæti með Battlefield Earth árið 2000. Já, ég hefði giskað á hana. Já, hún tapaði 70 milljónum punda. Já, sinnum 200. Hún var líka búin til bara einhverju brýir í. Já, hver á hugmyndina þeirri drullu? Á, ég segja hver það held ég. Hver? Ég held að það sé... það Spielberg, eða? Nei, Battlefield Earth. Já. Nei, þetta sko... hann í þessari vísindakirkju. Já. Og yfirmaður prestur þar eitthvað bla bla bla. Átti hugmyndina? Hann átti hugmyndina þessari mynd og John Travolta. Já, þetta alveg skell. Það þessa mynd hérna úr myndinni. Sjáu þessi gerfi líka og það bara vitleis þetta. Já, og Tarantino var búinn að rífa John Travolta upp úr ræsinu. Já. Sett hann í Pulp Fiction og gerði hann að Superstjörnaftur. Og hann klúðraði í daginn eftir. Ég meina hvað, leið honum vel í ræsinu? Bara fára. En ég samt einhvern veginn, Travolta á allt mitt respekt samt. Ég veit það, hann náttúrulega Grís og þessar dansmyndir var flottur þar Saturday Night Fever og svona. Já, og svo kemur Pulp Fiction, æðislegur þar, geðveikur þar Svo hérna mynd sem heitir Supernova frá árinu 2000 sem að tapaði líka $70 million með James Spader og Angela Bassett. Ég hef aldrei heyrt þessa myndinu sinni. En myndir sem við þekkjum svo, aðrar sem eru hér, það eru The Green Lantern sem nú bara frá 2011 og hún tapaði 72 milljónum punda og það hann vinur okkar hann myndali sem hvað heitir hann áttur Heath nei ekki Heath það stóluð eitthvað neytir, það kemur rétt og eftir en svo mynd floppa algjörlega. Hvaða mynd þetta? Green Lantern, þetta bara átti að vera svona Spiderman-ævindýri hann var bara ekki alveg að slá í gegn hann var samt fíni leikari en ég hef ekki séð hann en hún ég hef aldrei hægt þessu mynd nefndar ekki, sér ekki hérna þetta er svona umslag, var alveg séð þetta ekki, Green Lantern, með þessum leikari hérna þetta er Ryan Reynolds alveg rétt og mjög vinsæll í dag svo það Stealth í 10. sæti með 74 milljónir punda og það Jamie Foxx vinnur okkar og þau herþóttunum, maður kannast nú aðeins við það en svo mynd sem hefur drullað mest af myndum sem við þekkjum og með allt gjössanlega lóðrétt niður sig, það eru tvær annars vegar The Adventures of Pluto Nash frá árinu 2002 með Eddie Murphy vinnu okkar og hún tapaði 97 milljónum punda. Þetta alveg rosalegt Eddie Murphy, það nú annar sem mætti nú aðeins fara að hísi upp sig Já, hann alveg í Travolta ruglinu því miður en hún tapaði rosalega miklu og svo mynd sem tapað mest af öllu í sögu kvikmynda heitir John Carter og frá 2012 Disney myndin hún alveg tapaði 132 milljónum punda Hvorki meira enn minna. Já, þetta mannst ekki eftir þessi trailer Disney, þetta bara núna, þetta var í fyrra. Já. Og það var algjört flopp, $132 milljónir. Það náttúrulega, það búið til meira lélögum myndum en góðum, Já, það allt þannig. Það svona 80% rusl sem búið til. Það bara svo hættulegt þú ert að gera rándýra bíómynd og svo bara kemur enginn á hann, Já, öllum sama. Já, en þetta var, svona mestu kvikmynda floppin hér í F95 blöð, þannig svo komið að læginu á leiðinu heim. Ég sagði Sveppa, hann mjög ánægð með það. Ég búinn að vera með núna síðasta hálftíman fyrir ykkur, hlustendur, íslenskt já takk og ég ætla að halda því áfram. Hvernig líst þér á þetta? Nýdönsk, hjálpaðu mér upp Þetta alvöru tónar They don't make them like they used to man. Nei, það svolítið þannig En það voru allir í neyslu á þessum tíma Nei, það er eitthvað þannig Það komið að lokum hér hjá okkur í dag Kæru hlustendur, við erum búin að vera með ykkur síðan 4 í dag eins og alla aðra virkadaga Hann rétt og mættur hér, hann Þórður Daniel við Pétur Jóhann Sigfússon verðum svo mættir hér á morgun á miðvikudegi í miklum gýr Hvað er þetta að gera? Ég bara fíblast Takk fyrir daginn, Sveppi. Takk fyrir leiðis. Virkilega gaman að vera með þér. Takk fyrir að hlusta, þið sem að hlustuðu, kæru hlustendur. Við heyrumst vonandi á morgun. Bara takk æðislega. Takk að til, gangi hægt gleðina dyr, við kveðum að sinni. Gangi hægt gleðina dyr á þriðjudegi, heldur menn sé að fara að neglísa ykkur? Ég veit ekki. Ég segi frekar, hafið það bara kósi í kvöld og verið góð við hvort við hana. Já, ég segi bara Það er svona fallegra að henda því einhvern veginn. Já, ég segi verið vinir. Ég segi
Elski hvort annað. Já. Þetta getur nú komið einhverjum ekki hér samt. Heyrjumst á morgun. Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna Í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Taktu með eða borðað á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Páskabingo Górillunar og Kóróna á 50-dagskvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Meðal annars 50.000 króna gjafabréf frá WOW Air. Síðast komust færri að en vildu. 5 Kóróna í fötu á tilboði. Górillan, Stórhöða 17. Netto Mjótt er opinn allan sólarhringinn. Netto Mjótt, opið dag og nótt. Túborg léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistastöðin FM 957. My side. So darling, if you love me,